Góða kvöldið og velkomin á United Reykjavík samkomu. Við erum hérna á hverju mánudagskvöldi klukkan 8, búin að vera hérna í mörg ár og þessi stund, hún svona, þið sem eru ný og það er einhverjir sem hafa ekki komið áður, sumir hafa komið hérna örsjaldan og sumir eru bara alltaf hérna á mánudum. Og við erum alls konar. Við komum frá ýmsum áttum, við eigum öll sögu, við eigum öll væntingar og vonir, við eigum fortíð og við eigum nútíð og við eigum framtíð. Og við eigum yndislegan Guð og við trúum því að Jesú Kristur sé sonur Guðs. Og við höfum aðgang að heilögum anda og það er dásamlegt að koma frammi fyrir hásæti Guðs eins og við köllum það stundum á kristneskunni. Og lofum Guð, það er út af því að það er bara eitt sem á skilin heiður og dýrð og lofgjörð. Og við erum mjög þakklátt fyrir að fá að koma hérna á mánudögum og lofa Guð og fagna því sem við höfum tekið á móti og heyra orðið og fá fyrirbæn og alls konar. En stundum þá er svona stund eins og er í kvöld, það sem er minningastund út af því að einhver úr okkar vinahóp og einhver sem hefur verið að ströggla við lífið og fíknina og það er hann Kiddi sem að mörg ykkar þekkja sem undir viðnöfnum Kiddi og við ætlum að fá að minnast hans í kvöld. Við ætlum að eins og venjulega vera með lofgjörð og lofa Guð og með okkur frábæra húsbandi með smá viðbót. Þannig endilega þið sem hafa ekki komið áður eða sjaldan þetta er tónlist til að lofa Guð og þakka honum fyrir. Og við stöndum upp, sumir lyfta höndum, sumir klappa og endilega taktu þátt og svo kemur Óli og tala til okkar og svo ein af góðum vinkonum Kidda og svo ætlum við að fá að kveikja kerti og líka ef þið finnið þörf fyrir því þá er líka boðið upp á fyrirbæn hérna í lokstundarins. Þannig bara stillið ykkur inn á himininn, lofið Guð með okkur og leyfið Guð að koma inn í sorgina og vangaveltur ykkar og leyfið Guð að eiga við hjarta ykkar í kvöld. Amen. Komið sæl. Við ætlum að byrja þetta smá djörfu lagi. Fjallar bara hvernig maður getur lifað eins og svona uppreisnar seggur og hvað er ótrúlega gott að komast í friðinn, að finna Guð og við ætlum að rífa þetta í gang heila bara. Endilega verið með. A rebel didn't want to behave, thought a wretch like me could never be saved. But everything changed, I remember the day when I heard him calling my name. Like a thief in the night, he's thinking, take your life, and resurrection gonna have you singing. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, lost my soul in that holy water, brought me back to life. Stone, roll away, one more sin, I've been saved by grace. And this dead man, he did no longer, all because of that grave robber. And the other one thinking that you'll never be right, even though your mama praying for you every night, praying Jesus gonna find you and open your eyes. Well, maybe right now's that time, like a thief in the night, he's thinking, take your life, that resurrection gonna have you singing. I got stolen by the grave robber, picked me up from that rock bottom, lost my soul in that holy water, brought me back to life. One more stone, roll away, one more sin, I've been saved by grace. This dead man, he did no longer, all because of that grave robber. Taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I'm a dead man
taking my shame, breaking my soul out of these chains. I've been forgiven, and God did it. I got stolen by the great robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. I got stolen by the great robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more soul, roll away, one more sinner, it's saved by grace. This dead man, he did no longer, all because of that grave. Jesus is the rock, and he rolls my grave away, all because of that grave robber. Hver sá Jörð, tungl og sól játi þig, ekkert hindrar mig, þig lofaði Drottinn dýrðar til mér hjá. Ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar til mér hjá. Ég vil vera nærri þér, ég vil vera nærri þér. Veröldin öll hneigir sig, sér hver sá jörð, tungl og sól játi þig, ekkert hindrar mig, þig lofaði nú í sannleika. Ég tilbið þig, Drottinn dýrðar
Sing halleluja, kom du drottning vän. Kom drottning Jesus, kom drottning Jesus min. Sing halleluja, kom du drottning vän. Kom drottning Jesus, kom drottning Jesus, kom drottning Jesus, kom drottning all my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song will stay, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah.
you get shouty, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shouty, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shouty, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah, and I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, oh, come on, my soul, oh, don't you get shouty, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. So get up and oh, come on, my soul, oh, don't you get shouty, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up, so get up. So don't you get shouty, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, don't you get shouty,
Halleluja, velkomin á United samkomum, gaman að sjá okkur hér öll í kvöld og hér gott að vera. En við ætlum að byrja á því að biðja. Ef við ekki að rísa öll á fætur, það gott að biðja þegar mann líður kannski misjafnlega, kannski maður í erfiðleikum, kannski kvíði í lífiðinu, ótti, vanmáttakennd, fíkn, kannski eftir undir áhrifum. En þú ert samt velkomin hér. Það allir velkomni hér í United. Þetta starf sem við byrjuðum 2011 og svona kirkja fyrir þá sem vilja ekki fara í kirkju. Það gott að koma hingað og finna að vera faðmaður. Við elskum alla og þjónum öllum og við elskum fólk til lífs. Það það sem við viljum gera. Og við eigum lifandi trú á Jesú Krist og það gott. En ég vona að þetta styggi ekki eitthvað þó að við séum svolítið, við erum svolítið öðruvísi, skrítin og það æðislegt að vera ekki svo allir hinir. Þannig að þú ert hér í fyrsta skipti, það bara njóttu þess að vera með okkur. En það gott að loka augunum og líka þeir sem eru að byrjast í sorgina, eftirsjá. Og ég ekki viss að Kitty okkar vilja að við séum mjög mikið í sorgaferlinu, þessi húmoristi sem hann var og alltaf glaður, alltaf ánægður og yndislegur. Við vorum saman í meðferð 2010 og hann bjónir á Draumasetti líka, yndislegur drengur sem alltaf var brosandi, alltaf glaður og alltaf ánægður. En við erum svona að biðja saman. Drottinn bara þakkaði fyrir einn og sérhvern sem hér í kvöld, Drottinn. Ég biðja að blessa einn og sérhvern. Ég þakkaði fyrir að þú ert góður Guð, þú snertir við líf okkar. Við fáum huggun og við fáum hvíld í þér. Við biðja Drottinn minn að þeir sem að syrgja í dag megi bara hvíla í skuggavængja þinna, það sem friður og frelsi og næði Drottinn. Ég þakkaði fyrir lífið hans hans Kitta Drottinn minn. Ég þakkaði fyrir hann, þakkaði fyrir alla þá aðila sem hann snerti við Drottinn þegar hann var hér á jörðin og ég biðja Faðir minn að blessa hann, ég biðja að umvefja hann, ég veit þú tökur á móti honum. Hann kom hingað í þetta starf og tók á móti þér á sínum tíma og ég þakkaði Drottinn minn að hann nú í þínum faðmi, það sem engin sjúkdómar, engin kvíði, engin ótti, engin fíkn, það ekkert í gangi þar sem hann brýtur niður og við þakkuðu fyrir Drottinn að þú umvefur fjölskyldan hans, við þakkuðu fyrir mann sem stóð alltaf við hlið hans og hefur alltaf staðið við hlið hans alla tíð og ég þakkaði fyrir fjölskylduna, ég þakkaði fyrir vinahópinn, hann ótrúlega stóra vinahóp sem var í kringum hann og alltaf fólk sem hann smitaði með gleði sinni. Biðjum bara blessinu við einn og sérhvern í Jesú nafni. Amen. Amen, það gott að biðja. En mér langaði líka til þess aðeins að deila með ykkur bara örstutt og ég var nú að tala á 50. daginn hjá Samhjálp og nú þetta bara þannig að allt og margir að kveðja, allt og margir að fara, fíknin að taka, óvinnurinn eins og við köllum hann, kemur til þess að stela, slátra og eyða. Hann vill slátra og eyða lífiðinu og allt og margir hafa verið að falla fyrir þessum sjúkdómi. Og það kallar á það að á sama tíma þá getum við ekki treyst á heilbrigðiskerfið, því miður, þá það bara þannig. En við eigum líka samtök og mínu uppáhalds í þeim samtökum sameiginlega velferð okkar situr í fyrirrúmi, bað eins og sérhvern undir einingunni komið. Og það akkurat það sem við þurfum að gera og við reynum að gera í þessu starfi, það að vera til staða fyrir hvort annað. Fellurðu einhvern tímann í þinni göngu? Já, örugglega, flestir hafa gert það, flest allir held ég. Ég spurði þessa spurningu hversu margir sem voru á samkominu, það voru 140 manns á samkomu á 50. daginn hjá Samhjálp og ég bað fólk rétt hend sem væri búin að fara í eina meðferð og væri búin að edrú síðan og það kom ein hendi upp. Svo spurði ég hversu margir hefði farið í fleiri en einu meðferð eða dotti í það eftir meðferð og það fóru allar hendur á loft. Sem segir okkur það að þessi sjúkdómur hann illvígur og ef við pössum okkur ekki og ef við höldum ekki utan hvort annað þá endar þetta á þann veg. Og á sama hátt þá var ég að benda fólkinu á að dæma ekki og við megum ekki dæma. Það fólk sem dettur í það, fólk sem að fellur fyrir fíknina nýju, að við þurfum að vera til staða fyrir þessa einstaklinga en ekki dæma þá. Það getur vel verið okkur finnast óþægilegt það sem hefur gerst með þegar fólk dettur í það en á sama tíma þá megum við ekki gleyma í hver við erum og úr hvað hefði við sjálf fjallum áður við verðum edrú. Og það svo mikið að við höldum utan og við elskum að fá að halda utan fólk hér. Við viljum frekar að fólk sé hér undir áhrifum áfengis og fíkniefna heldur en að vera hérna fyrir utan. Og í þeirri von og trú að Guð megi snerta við lífið þeirra
og hjálpa þeim. Það er mikið talað Guð í sporunum, við fórum að trúa aðri kraftum áttur okkar eigin vilja geta gert okkur heilbrigða nýju. Og vitið það er svo mikið, og það sem ég segi alltaf við fólk, að það er svo gott að gefa þessum aðri mættir nafn. Og fyrir mér, það var Jesú Kristur. Ég gerði það. Og 2010 fór ég inn í meðferð og það gerði gott á sama tíma og Kristín var þar, að nær dauða en lífi. Og fekk hjartastopp þar fyrir utan, og það þriði á 3 mánuðum. Og sama tíma þegar ég vaknaði upp úr því, að þá fann ég leið að minn tími var alls ekki kominn. Og Guð talaði bara til mín að þinn tími ekki kominn. Ég ætla að nota þig meira heldur en það að fara niður í 6 fettin. Og það gerði hann og ég þakkláttur fyrir það. Og síðan þá hef ég átt þessa trú. Þessi trú var bara mustaskorn í byrjun, var að sýna trú og síðan var það fullvissu. Og Guð fullvissa í mínu lífi. Það er sama hvað gengur á í mínu lífi, að þá get ég alltaf treyst á hann. Og það er svo gaman að vita til þess að Kitty kom hérna, Kristín kom hérna og var með okkur hérna í United starfinu á sínum tíma og við erum rosalega þakklátt fyrir það. Og það sést bara hversu ótrúlega marga vini og hversu marga hann snerti við með lífi sínu. Og þó að hann var að berjast þessari óhugnalega erfiðu, ljótu baráttu við fíknina, að þá var alltaf stutt í brosi og gleðina til handa fólk sem var að berjast sjálft, og það er til eftirbreytni. Og svona stundu eru nú kannski farið að vera allt og oft í þessu starfi, þar sem við komum hér og kveikjum kertum og minnumst þeirra sem hafa fallið, og það eru allt og margir sem hafa gert það upp á síkastið. En við viljum líka sýna stuðning og tröstið við fjölskyldunans og sérstaklega mömmans og kærustunans að vera til staðar og reyna að hjálpa til. Við getum gert það, sameiginlega getum við gert það, og við ætlum að taka samskott til þess að gefa inn, og ég veit að það eru margir sem hafa blessað inn á reikning systir hans og þessi peningar fara bara þangað, og við viljum taka samskott hérna núna akkurat þessari stundu, og ég ætla að biðja kannski samkomuþjóna að koma fram hérna og sækja föturnar hérna og láta það ganga, og það er posi hérna aftast fyrir þá sem vilja greiða með posa, og þetta fer 100% allt til móður hans Kristins, og ég bið ykkur að vera röstnel og taka þátt í þessu, af því þetta er mjög mikið, þetta er ótrúlega miklu peningar sem það kostar að koma honum heim í fyrsta lagi, og síðan vitum við þeir sem þekkja til með jarðaför og annað, þetta er allt alveg ótrúlega mikill kostnaður, og við skulum bera þetta með þeim, og það er gott að gera það, það er góð tilfinning að gefa. Guð elskar glaðan gjafara og við erum duglega að gera það. Já, og hann gaf allt sem að. Þannig við skulum vera duglega að stiða í baki. Við látum þetta ganga og lóðgjörinn kannski tekur eitt lag á meðan. Og síðan kemur hún Ída hérna upp og ætlar að segja nokkur orð, og við förum inn í athöfnina að kveikja kertum. Amen. Samleg nánd þín, fætur þína vil ég sitja við, undir samleg heilög ásýn, ég aldrei fara við, blessun ekki bið þig, Jesús ekki skuldar þú mér neitt, meir en allt sem þú mér getur veitt, þá vil ég bara þig. Ég iðrast, ég bið gömlum vana, ég iðrast, sín bara annað lag, kem mér aftur lífið þitt, ég opna hjartað mitt í dag,
Ég iðrast ég kem með eigin vilja. Ég iðrast að þú ert nóg en ég gleymi því. Gef mér aftur lífið þitt. Ég opna hjartað mitt í dag. Undursamleg nánd þín, fætur þína vil ég sitja við. Undursamleg heilög ásýn, ég aldrei fara við. Blessun ekki bið þig, Jesús ekki skuldar þú mér neitt. Meirinn allt sem þú mér getur veitt, vil ég bara þig. Því það bara þú. Enginn sem þú, 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 það bara þú. Það bara þú. Það bara þú. Undursamleg nánd þín, fætur þína vil ég sitja við. Undursamleg heilög ásýn, ég aldrei fara við. Blessun ekki bið þig, Jesús ekki skuldar þú mér neitt. Meirinn allt sem þú mér getur veitt, vil ég bara þig. Upp á sviðið núna. Ég ætla að breyta lagi. Halleluja. Þetta lagi sem ég ætla að spila. Trust in God. Við syrkum þetta Guði með okkur. Bless
blessed assurance, Jesus is mine. Of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. 'Cause I trust in God, perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is ordering my steps. So this is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never trust in God, my Savior, who will never fail. He will never fail.
takk fyrir að koma allir. Ég á ekki nógu stóran bæs í þetta. Gangi þér vel, Óli. Kiddi, hvar á maður eiginlega að byrja? Ég ætlaði að segja hvað maður að segja, en hvað maður ekki að segja. Mig langar að byrja á því að bara votta mínar dýpstu samúðarkveðjur til fjölskyldans og vina. Mér finnst alveg einstaklega fallegt að sjá að bara hans elstu og bestu æskuvinir eru einhvern veginn búin að vera bara standa saman, eru með honum og ekki það, ég vissi það alveg, en kannski fattaði það ekki jafnvel og núna hvað hann á ótrúlega marga að. Og ég er svo svakalega miðaldra að ég var að segja við vinkonu mína eða bassaða minna eitthvað, ég man það ekki, að þegar ég var lítil þá sagði afi minn alltaf, segðu mér hvernig vinirnir eru og ég skal segja þér hver þú ert. Svo var ég bara, vá, hvað er ég að segja? En það samt passar, af því að hér eru við og við erum bara lítið brot af fólkinu sem að þekkti Kidda og sem að Kiddi gladdi, sem hann eignaðist tengsl við. Ég heyrði í nokkrum vinum hans í dag varðandi jarðarförina og það sem að snerti hjarta mitt mest var að þessi tenging sem hann á, takk, við einhvern veginn bara hvern og einn er einstök og hann einhvern veginn átti að framhjá svo ótrúlega marga. Hann tilheyrir í rauninni bara, ég veit það ekki, 1 eða 3% mannfólk sem var einhvern veginn alltaf bara hann. Alltaf einlægur og með hjartasett berskjalda. Og það er svo rétt sem hún sagði að hann gaf alltaf allt sem hann átti til þeirra sem hann elskaði. Og ég er svo þakklát fyrir United og ég er svo þakklát hvað Óli var fljótur að bregðast við, bara já, að sjálfsögðu gerum við þetta. Að við fáum að vera í kvöld og heiðra minninguna hans saman og kannski að einhverju leyti geta gefið tilbaka til hann sem að hann gaf okkur. Fyrir mig, ég er búin að gráta non-stop. Ég held að, ég veit ekki, er eitthvað takmarkaði hvað maður getur grátið mikið, það örugglega hlýtur að vera. Ég er allavega búin að vera mjög þyrst í dag. En ég held að ef hann stæði fyrir frammi núna, ef ég fengi bara 3 sekúndur í viðbót, þá myndi ég örugglega minna hann á og þakka hann fyrir bara allt sem hann gaf mér og börnunum mínum og vinum mínum sem að við eigum sameiginlega, af því að hann gaf okkur öllum svo ótrúlega mikið og svo margt og ég vildi óska þess að ég hefði sagt honum hversu dýrmætur hann var og að það var bara gjörsamlega, bókstaflega enginn eins og hann og það myndi aldrei neitt verða eins og hann. Hvert sem hann fór og hvað sem hann gerði þá einhvern veginn tókst honum að snerta við öllum og ég hef upplifað mjög mikið missi í lífinu bara gegnum tíðina og þið pottet líka en einhvern veginn aldrei lent í því áður að bara vera hágrátandi að skoða spjalla á milli okkar og fara svo allt í einu að grenja úr hlátri en samt ennþá smá grátandi og svo gerist það aftur og ég var bara nei og ég held að ég sé bara að missa vitið og er að bera saman bækur mínar við fólk sem að þekkja hann líka og það eru allir einhvern veginn í sömu stöðu, þú veist maður grætur einhvern veginn af
söknuð og sorg og einmitt jafnvel einhverju eftirsjá, ég vildi að ég hefði sagt þetta, gert þetta. En inn á milli í tjatinu okkar, það fór væral vídeó þar hann var að passa dóttur okkar Hauks og alltaf þegar Kitty var með börnunum okkar þá hann var bara on it, allt sem að Kitty gerði það var all in eða ekkert og þau eru að líta saman og ég bara já þetta er fínt þar, ég held að ég man ekki alveg við vorum bara eitthvað rétt að skjótast, svo komum við heim og þá eru þau bæði öll út í túrslit, ekki túrslitunum sem að ég leyfði þeim að tússa með, heldur einhverjum öðrum túrslitum, bara úr akríl, bara svartur og þykkur permanent marker sem var út bara alla íbúðina mína. Og ég var að skoða á þann eitthvað gömul svona snap-vídeó sem ég hafði seifað og það lá dóttir mín brosandi, steinsofandi eftir geggja kvöld með Kitta frænda en þá bara, hún bara rauða þegar bara nuttar svo mikið með sápurinn að ná sem permanent markir af, hún var öll bara úti með smá svona mústas og fór sátt að sofa og já en málið er að hann átti sína sögu. Mér finnst það ótrúlegt að ekkert, eftir allt sem hann gekk í gegnum, að ekkert hafa einhvern veginn, þið vitið, þegar maður lendir í ákveðið miklu í lífinu, þegar ákveðið mikið gerist, að þá breytist fólk eðlilega, eftir áföll eða eftir að hafa brugðist sjálfum sér og fólkinu sinu, aftur og aftur og aftur kannski. Og sumir verða aldrei aftur samir, en Kitty var alltaf bara Kitty. Eða var alltaf Kitty. Og mun alltaf vera, já. Núna erum við að tala Kitta og ég svo ótrúlega þakklát fyrir að fá að eiga þessa stund með ykkur og ég veit að bara hver einn og einasti sem situr hérna inni sem þekkt hann á fullt af ógeðslega fyndnum og skemmtilegum sögum og ég var svo mikið til að heyra allar og ég veit að Gulla mammas líka og hún lifir alveg á þeim. Hún sendi mér í gær, hún ætti erfitt með að sofa. Hún var að fara að leggjast upp í rúm og faðma peysun hans. Fyrir mig er ótrúlega dýrmætt að eiga trú af því að ég held að ég get ekki lifað það af ef ég myndi ekki hugsa, ég veit ég hitt hann aftur. Og það eru svo ótrúlega margir sem að hafa einhvern veginn fallið frá og farið allt og snemma, bara saga þeirra bara, einhvern veginn stoppuð. Og við höfum gert, í United þá höfum við gert það áður að við erum að kveikja á kertum til minningar þá sem hafa látist af völdum fíknisjúkdóma og kvöldi í kvöldi tileinka Kitta. Og það er líka tileinka þeim sem að hafa farið frá okkur á þennan hátt. Og það er eitthvað við það að standa upp, vera pínu in the moment, smá dramatískur og leyfa þessum loga sem er nú þegar á borðanum sikur megin að kveikja á kertinu sem er í hendinni, hugsa til hans eða hugsa til þeirra sem hafa farið og muna að geyma þessar minningar og alveg sama hvað að leyfa engu að taka þær í burtu. Af því að í dag syrgjum við ótrúlega góðan og dýrmætan vin. Fyrir mér var hann fjölskylda. En það mun koma sá dagur að þessar minningar muni veita okkur gleði. Og svo mun koma annar dag þar sem við hittum hann aftur. Og mér langar að bjóða ykkur, ef þið viljið, eða bara þeir sem viljið, það er engin pressa, bara ef ykkur langar að standa upp, þið getur komið þetta ykkur megin.
að kveikja á kerti fyrir Kidda og ef það eitthvað annar í hjartan ykkar þá það svo gott og já, ég þakka ykkur bara ótrúlega mikið fyrir að hafa komið og ef það einhver sem var ekki áðan þegar Óli var að tala fyrir fórninni að þá ekki á seint, reikningsnúmeri held ég bara flying út allt á Facebook og það má líka tala pikka í mig að pikka í Óla einhvern á eftir en gera svo vel þegar mig koma. Takk fyrir mig. Takk Íða fyrir falleg orð, yndislegt. Heyrðu meðan við erum að láta ganga, mér langar líka að segja ykkur að á þessum samverustundu sem við erum með á mánudagskvöldum, þá erum við með tónlist og eitthvað orð sem talað og svo bjóðum við fólki til fyrirbæna. Ef þú vilt fá fyrirbæn þá er sjálfsagt að koma hérna fram. Við erum með fólki í því að biðja fyrir einstaklingum. Gott að fá kannski orðin í líf sitt, spámanlegt orð. Ef þú ert að berjast til kvíða eða ótta í lífiðinu, sama hvað er,
þá er gott að fá fyrirbæn og láta biðja fyrir sér. Þannig að þið eru velkomið að koma hérna fram og ég biðja fyrirbiðendum að koma hérna, Jónas og kannski Miriam komi hérna líka, Laufey og þeir sem að þjóna í starfinu.